Ég hef trú á því að landslagið í kringum þig, þar sem þú lifir dagsdaglega, það móti þig á einhvern hátt. Og að búa á stað það sem víðsýnt, allir það ýtir bara ekki undir víðsýni eða eitthvað slíkt. Og það líka hjálpar þegar það svona skýr tenging við náttúruna í kringum þig, að þá hjálpar það líka við einhverja innri ró og svona skýra tengingu inn á við. Eða mér líður þannig, mér finnst eins og náttúran tali til mín og þegar þú býrð inn í miðri borg að þá kannski hefur hún ekki sama aðgang að þér. Og það svolítið eins og eitthvað sem að fyllir mitt líf tilgangi. Að það að læra að vinna með þessa næmni gagnvart náttúrunni og finna hvernig hún talar til mín og lífið bara yfir höfuð. Fyrir 6 árum þá flutti ég hingað í Helgafell á Svalbarðsströnd. Og það dálítið skemmtileg saga að segja frá því því að við ætluðum í raun og veru ekkert að flytja úr Mývatnssveitinni en sáum þetta hús hér í Helgafelli auglýst, ákváðum að renna aðeins við og ljáða augum eftir það var eiginlega ekki aftur snúið. Það var svolítið eins og húsið hefði verið að bíða hérna eftir okkur. Og þetta líka partur af því sem að gerist þegar þú ert í ástundum og ert að stunda hugleiðslu, að þú vagnar svolítið og ert svolítið opinn fyrir því sem að virðist vilja verða á vegi þínum. En til að bæta einu við þetta að þá ég gift frönskum manni, hún á Sjónmark mínum, sem að flutti til Íslands bara svipað leyti og við byrjuðum að vera saman. Og hann flutti hingað til Íslands svo mikið náttúrunnar vegna. Náttúran hérna einstök, hún kraftmikil, hún hefur áhrif á fólk. Þannig að hérna búum við með svolítið mikla og sterka náttúru allt líkjandi í kringum okkur og líkar það vel. Það var fyrir rúmu ári síðan að þá tók ég við embætti formanns Sunn, sem eru samtök náttúruvernd á Norðurlandi. Og samtökin eru 50 ára gömul í dag, en starfsemin hafi verið svona legið svolítið í láginni undanfarinn áratug, þannig ég hafi ekkert heyrt af þessum samtökum. Ég vissi ekki af þeim í raun og veru á þeim tíma sem að ég svona fer svolítið að líta í kringum mig eftir því hvort það séu mögulega einhver náttúruverndarsamtök. Það er kannski bara svona saga sem að mig langar til að deila það hvernig
hvernig ég steg fram eða hvernig ég svona flæktist inn í þetta, inn í þennan heim. En það var þannig í janúar 2019 að þá var ég hérna í jógasalnum og var að vinna í ákveðnu máli og þurfti svolítið að hvílda og horfi svolítið út á fjörðinn og leið svolítið eins og hann væri eitthvað að tala til mín og ég hafði ákveðin tíma haft svolítið áhyggjur af áformum sjókvíaeldi í Eyjafirði. Það er mikil uppgangur í sjókvíaeldi alls staðar á Íslandi og meðal annars hér í Eyjafirði fyrirtæki sem hefur áhuga á mjög svona stórtæku fiskeldi hér og mér sárnar það beinlínis. Mér finnst ekki að það eigi að byggja upp stórt laxeldi í Eyjafirði. Ég vil gjarnan sjá fjörðinn friðaðan gagnvart slíkum framkvæmdum. Hér er mikið atvinnulíf lifandi á firðinum alla daga. Það eru skip, það eru fólk er á veiðum og það eru hvalaskoðun og það er svo mikil atvinnustarfsemi í gangi á firðinum. En mér fannst ég vera svolítið lítil sem svona einstaklingur að ætla að fara að setja hnefann í borðið eða ætla að fara að gera eitthvað. Þannig að ég fór svolítið að rannsaka þetta mál og skoða hvert það væri komið og var einhvers staðar innra með mig svolítið að kalla eftir bara hvar er fólkið mitt? Hvar er fólkið mitt sem ætlar að koma með mér í þessa baráttu? Þegar ég get þetta ekki ein, sko. Þetta þarf að gerast í nafni einhverja samtaka. Og ég sest niður í svolítið pásu og horfi út á hafið í mikilli tengingu við einhvers konar hafgyðju og ég sem lag sem heitir Hjartarætur. Bara svolítið svona lag, svona óður til hafsins, myndi ég segja, óður til náttúrunnar á ákveðinn hátt. Og kannski á ákveðinn hátt gefur mig svolítið að henni og er að spyrja hvað, þú veist, myndirðu vilja vinna á einhvern hátt í gegnum mig eða já, ég þarf kannski ekki að skilgreina neitt frekar. Þetta var svona djúp tenging við náttúruna og sérstaklega við fjörðinn.
heilt yfir myndi ég segja að sem samfélag já að þá veitir okkur ekkert af að hlúa betur að tengingunni við náttúruna. Þetta svona að vera á tánum og hlusta svolítið eftir vera talsmenn náttúrunnar. Það til dæmis fullt af fólki hérna sem að langar að koma og græða peninga á því að vera með sjókvíaeldi í Eyjafirði. Þeir hafa sína talsmenn, þeir hafa sína hagsmuni, þeir hafa mikla peninga á bak við sig. En hverjir eru vörslumenn hafsins? Hverjir standa í fæturna gagnvart heim og verja hagsmuni náttúrunnar? Það verður að vera þannig fólk líka. Þetta náttúra sem býr yfir svo ofboðslegum svona hráleika, miklum kjarna, miklum krafti. Að þegar maður upplifir svona mikla náttúru, það bara eins og það sé eitthvað sem að sefar sálina á einhvern hátt. Fljótlega eftir að ég byrjaði að lesa hálendið að þá skynjaði svona hálfgerða uppljómun að ég hef verið fædd á réttum stað. Hálendi Íslands fyrir mér ekki bara hjarta landsins, það einhvern veginn bara hjarta í mér.